Takk fyrir. Og það mjög sönn ánægja að fá að vera hérna í dag. Við erum góður, ég sé ekki neitt. Ég langar að sjá ykkur með ykkur og tala málefni sem ég þykir bæði alveg rosalega áhugavert sjálfri eftir mína rannsóknarvinnu gegnum árin og líka gríðarlega mikilvægt. Og það eru samfélagslega áhrif gagna og gervigreindar. Það náttúrulega eins og hafi öll séð hérna í dag. Það alveg rosalega mikið að gerast og gríðarleg þróun og við stöndum svona eiginlega bara í dyragættinni á einhverju sem bara að skella á. Og ég held að fyrir mörg okkar að þá getur maður upplifa svona kannski ákveðin vanmátt gagnvart þessum breytingum, þetta alltaf gerast svo hratt. Og mér langar svona kannski að eyða þessum tíma hérna í dag að stappa í okkur öll stálinu og minna okkur á að við erum líka við stjórnvölinn og þetta okkar þróun og við eigum að í raun og veru sjálfa ákveða hvernig við viljum sjá veröldina þróast. Ég ætla að byrja aðeins að taka svona stöðuna kannski á gervigreind eins og hún kannski svona, ég má segja, á rannsóknastofunni og taka svo nokkra glærur þar sem ég ætla að kynna niðurstöður úr spurningakönnun sem voru með þarna í postdoc verkefninu mínu og aðeins að kannski minna okkur á hvar fyrirtæki í dag. Við erum búin að sjá svo mikið af flottum kynningum æðislega tækni en það ekki öll fyrirtæki komin á þennan stað. Og svo í lokin að þá ætla ég að taka hennar samfélagslega vingil. Og þarna titillinn AI is a new electricity eða AI eða gervigreind hið nýja rafmagn. Og þetta sem sagt tilvitnun í mann sem heitir Andrew Ng, já mjög erfitt með að bera fram. Og hann hefur verið svona kannski thought leader í þessum heimi gervigreindar, einn af þessum stofnuðu Coursera núna prófessor við Stanford. Og ég svo sammála honum að því að það sem hann á við með þessu að artificial intelligence gervigreind orðin svona grunntækni því að þetta getur gert svo margt og tengst inn í svo margt. Það eiginlega ekki til svo vara eða þjónusta sem við getum ekki nýtt þessa tækni. Og eins og hefur verið rætt líka hér núna og víðar oft að við erum stöddinir meiri byltingu og þetta ekki blóðu bylting, þetta ekki franska byltingin en svoleiðis en þetta fjórða iðnbyltingin og þar alveg rosalega mikið breytingum líka í iðnaði til dæmis sem hefur kannski verið að vinna með tækni nánast lítið breytta í 50 ár. Þannig að við erum að sjá þetta mjög svona pervasive sem maður segir. Og það einkum kannski svona 3 þættir sem hafa áhrif á það að við erum stödd hér í dag þar sem við erum farin að sjá það að gervigreind og ég ætla bara að taka aðeins að því að þið hafa örugglega séð fullt af svona hugtökum í dag í kynningunum að gervigreind náttúrulega svona vítt rannsóknarsvið. Artificial intelligence gengur svolítið út af að við ætlum að reyna að skapa aðstæður þar sem tölvur geta hugsað eins og menn svona í mjög grófum dráttum. Undir því til eitthvað sem heitir machine learning, neural networks, deep learning, cognitive. Þannig að þið hafið örugglega séð alls konar svona orð en ég ætla bara að halda mig við gervigreind eða artificial intelligence. Og fyrsta tækniþróunin sem gerir það að verkum við stöndum hér í dag að við höfum séð gríðarlega aukningu í svona þróun í grunntækni þar sem við erum að sjá bæði aukningu á getu til að flytja gögn, 5G til dæmis og Sigfox og narrowband tækni sem notuð í svona sensor technologies. Við erum að sjá gríðarlega aukningu á reiknigetu bara. Það náttúrulega þetta klassíska dæmi að snjallsíminn okkar hann býr yfir meiri reiknigetu heldur en var notið til að koma manni til tunglsins á sínum tíma, sem ég finnst alltaf svolítið impressive. Og síðan bara getan til þess að vinna með risamagna gögnum. Og þessi þróun hefur kannski verið drifin svolítið áfram að þessum stóru fyrirtækjum, Google, Facebook, Amazon, sem hreinlega bara urðu að finna nýja leiðir, komið með tækni og tól eins og Hadoop og Spark, bara til að vinna með því þau eru með svo gríðarlegt magn gagna. Og svo þróun númer 2 þessi risavöxtur í gögnum sem að flesti þekkja og þessi digitization sem þýðir í raun og veru bara það að það eiginlega sama hvað við gerum, tökum okkur fyrir hendur og við erum alltaf að gera það með einhvers konar tölvu aðstoð, einhver snjalltæki sími. Ég var nú bara skipuleggja saumaklúbb daginn og þá erum við að tjatta á Facebook Messenger og við erum með event og við erum með einhver svona poll og þetta allt náttúrulega að búa til gríðarlegt magn gagna. Talað held ég 40 zettabyte gögnum fyrir 2020 sem verða sköpuð árlega, þannig að þetta bara stærðir sem eiginlega bara út fyrir manns hugarheim. Og öll þessi gögn til og vera að safna og allt það, en lítið gert til þess að greina þau í dag. Þannig að það svona kannski 0,5% hef ég séð, á þess að þetta sé kannski
Já, ég glemdi nú reyndar einu, mikið rannsakna. Svo ætla ég nú bara að minnast á það líka í heimi gervigreindar hefur ýmislegt átt sér stað síðastliðin ár inn á hérna í háskólanum og það náttúrulega komnir mjög öflugir algoritmar sem geta gert hluti sem var mjög kleift að gera fyrir ekki löngu síðan, eins og til dæmis bara að greina myndefni, tala við fólk og annað slíkt, eins og við erum búin að sjá kannski fjölmörg dæmi hérna í dag. Og þarna situr, ég ætla að segja vinur minn en ég þekki hann ekki neitt, Garri Kasparov tapaði fyrir tölvu árið 1996 og 7 þar sem var að keppa við Deep Blue í skák. Og þetta þótti mikið mál hérna á sínu tíma af því að þetta hafði aldrei verið gert áður. Og hann var mjög svona miklu uppnámi yfir þessu öllu saman og var að ásaka IBM að hafa svindlað og eitthvað svona. En máli var að þó að sé svona langt síðan, þetta er 20 ár, að þá var tölvufann að geta telt betur heldur en sá besti hérna, skákleikari í heimi. Að það var á þeim tíma, það var alveg her, svona data scientist sem var ekki búið að finna upp það hugtak þá og hérna sem voru svona að stilla af kannski algoritmana og þetta var risastór tölva sem að krafðist mikillar reiknigetu og það var bara ekkert svona, hvað er svona að segja á ensku, commercially viable á þeim tíma að fara með þetta út í svona tæki og tól. En ef við spólum fram núna 20 ár, þá er hann að fyrirtæki sem heitir DeepMind og DeepMind það var nú auðvitað keypt af Google, Google eignast alltaf allt og DeepMind er búin að þróa algoritma sem getur spilað spil sem heitir Go. Hversu margir þekkja það spil hér inni, ef ég má spyrja? Já, vel gert, ég nefnilega þekkti það ekki. Þetta er kínverskt eða asískt spil, svona strategispil sem hefur verið til í 3000 ár. Og öll svo þekking og reynsla af þessum leik, þetta er mjög flókið spil, þetta er svona svartar og hvítar svona steinar sem eru sett á svona borð, að hún hefur verið notuð til þess að þróa alls konar aðferðir til að spila þetta spil. Og það sem þetta fyrirtæki DeepMind er búið að gera núna er að taka takmarkanir mannsheilans í burtu og eru að kenna tölvun. Tölvan er að læra á þetta spil bara með því að spila við sjálfa sig. Og einungis 19 klukkustundum, þetta AlphaGo Zero er nýjasta útgáfa sem algoritma var búið til aðrar útgáfur áður sem að lærðu af sögulegum gögnum svona spil. En á 19 klukkustundum að þá náði AlphaGo Zero að læra svona helstu strategíur í þessu sem er mjög impressive og ég myndi allavega kannski kunna með þetta enn meira ef ég skildi eða kynna spili. Og 40 dögum. Munum aftur að þetta voru 3000 ár sem þetta spil er búið að vera til. Á 40 dögum þá er hún orðin betri í elostigum heldur en allar fyrri tölvur eða algoritmar og allt fólk. Og hún gerir þetta bara með því að spila við sjálfa sig. Hún bara spilar og spilar. Hún lærir jú reglurnar og svo bara fer hún á stað og lærir af mistökunum og bætir alltaf. Þetta er svona self-learning algoritmar. Þannig að mér finnst þetta allavega alveg gríðarlega merkilegt. Og hér er ég með svona nokkur, ég er náttúrulega nýkomin úr akademíunni þannig að ég verði að hafa einhver svona tölfræðikafla sjálfsögðu með staðreyndum og sönnunargögnum. Og hérna sjáum við að það hefur verið alveg gríðarleg aukning í áhuga fjárfesta, venture capitalist, þeir sem eru svona áhættu fjárfestingum, að þeir eru búin að vera að investa mjög mikið og það er bara eitthvað svona lóðrétt strik hérna upp í kringum 2012. Og síðan er líka, ef þið skoðið þarna sentiment analysis, það er eitt af þessum algoritmum sem er verið að þróa. Það var mjög stór deild, eða hópur reyndar ekki allir að vinna hjá CBS sem voru að skoða þetta. Það gengur út á að reyna að vera skilja svona í texta hvort að fólk er ánægt eða ekki ánægt og svona reyna að átta sig á tilfinningunum út úr orðunum og þá sjáum við að það er orðið meiri jákvæðni í garð artificial intelligence núna í útgefnum greinum heldur en var. Og það er ágætt að því að ég held að það kom smá vetur á tímabila sem að fólk var svona svolítið fara já, nú heyrti þetta áður, AI, það gerist aldrei neitt. Ég held að tíminn sé kominn. Og þeir sjáu það síðan, hvað er það, 2013, þá hefur auglýstu störfum í Bandaríkjunum, það hafa fimmfaldast á ekki lengri tíma, það sem er beðið einhverja hæfni í tengslum við artificial intelligence. Og síðan 1996, þegar Deep Blue og Kasparov voru að tefla að þá er tíföldun á greinum sem að fjalla AI undir fræðasviðinu Computer Sciences og líka fjölgun undir öðrum sviðum sem er líka svolítið merkilega.
Svo ef við reynum að summera þetta aðeins upp, að þá artificial intelligence að koma svolítið út úr rannsóknastofunni núna. Það var átt sér gríðarlega framfarir og þetta komið á þann stað í krafti þessari reiknigetu sem við höfum í dag og svona ódýrari möguleika að fara að verða inn í fullt af vörum og þjónustum. En við erum ennþá frekar langt frá því að vera, það er búið að minnast nokkur sinnum að HAL og svo náttúrulega alltaf Terminator, bottinn sem þarna niðri, hann með svona rauð augu, hann frekar skeri. Þannig að það fullt af fólki sem að fer svolítið það þegar heyrir hvað gervigreind færi og fer að hugsa nú, jæja, þá fer að styttast í þetta singularity, það sem að gervigreind fer fram úr okkur og tekur bara yfir heiminn. En það nú ekki alveg svona, allavega ekki alveg á næstunni, þeir sem best þekkja kannski 2050, en það ekki alveg svona immediate problems allavega. En artificial intelligence að gera fullt af góðum hlutum og til dæmis getur hún skipulagt fundi og hún getur hjálpað til við svona, neytendaþjónustu. Það eru svona chatbots sem við erum með til aðstoða þar. Og síðan hún að hreinsa og laga til gögn. Það var kynning sem ég fór hjá Nordea banka og þá þeir að nota svona machine learning til þess að fara og bara svona hreinsa gögn og laga, taka burtu tvískráningar og annað. Við hjá Activity Stream hefur lagt mikla áherslu á svona aðstoð við ákvörðunartöku, betri ákvarðanatöku. Og það nú þannig að það sem sagt til fag sem heitir Behavioral Economics og það tengist svolítið inn í sálfræði og fjallar hvernig fólk tekur ákvarðanir. Og mér þykir leitt að segja ykkur það, en við mannfólkið erum ömurleg í að taka ákvarðanir. Við erum búin að þróast yfir 100.000 ár í umhverfi sem jörðin og við erum rosalega góð í mörgu þegar kemur að skynja umhverfi okkar og læra. Þetta heitir svona transfer learning sem að tölvurnar ekki skoðar í. Við erum góð í því, en þegar kemur að taka ákvarðanir byggðar á sönnunargögnum annað, þá erum við rosalega slæm. Við förum oft í einhvern veginn þetta ekkert svona. Ég læt alltaf svona, þegar ég að reyna að keyra bíl, ég hætti alltaf að treysta Google Maps og held alltaf, ég viti betur, nei, þetta allt vitlaust maður, ég átti að beygja til vinstri. Og svo ger ég eitthvað svona og beygja til vinstri og lendi í einhverjum hryllilegum ógöngum. Þannig að það alltaf gott fyrir okkur að treysta þarna á bara greininguna og gögnin. Og síðan það að spá fyrir framtíðina. Hagfræðingar þekkja það, við erum búin að reyna það lengi, oftast með ömurlegum árangri, að spá fyrir verðbólgu og hagvöxt og annað, veður, spámenn, segi ekki meir. Og síðan mjög vinsælt núna sem heitir RPA, Robotic Process Automation. Það sem sagt oft ferlar gjarnan, held ég, eða vil meina það eftir mína reynslu hjá henni opinber, ferlar oft að stoppa. Það gerist eitthvað og svo á einhver manneski að gera eitthvað og það býður og ferillinn svona týnist aðeins. En þarna verið að reyna að láta gervigreindina fylla inn í eyðurnar þannig að ferlarnir geti haldið áfram án truflunar. Og þarna hún Amy Ingram. Ég tweetaði nú að ganni ef ég hefði vitað Amy Ingram þegar ég var í doktorsnáminu þá hefði líf mitt örugglega bætt svona 2 árum aftan við líf mitt. Því að ég var í þeirri leiðinni aðstöðu, ég þurfti að bóka stýrinefndafundi og þvílík hörmung. Það voru 2 prófessorar sem voru alltaf faraldsfæti. Það var háttsettur maður í dönsku stjórnsýslunni og maður sem var mjög háttsettur í fyrirtækinu mínu sem maður taldi 4.000 manns. Og það var bara rosalega erfitt að koma þeim öllu saman á sama tíma og sama stað. Og það sem gerist þá að ég manneskja og ég með tilfinningar og ég var undirgefnari en þeir að því ég var nemi og þeir voru láta mig fá pening og svona, að þá fannst mér rosalega óþægilegt að vera eitthvað truflaða og vera alltaf að koma aftur með nýja tillögu tíma og þetta fór alltaf illa í mig. Þannig að mér finnst þetta alveg brilljant. Þetta mjög einfalt mál en þetta til dæmis gott dæmi til að outsourca til AI að bóka fundi. Og svo það hinum megin hún Metti. Metti okkar Activity Stream boti og hún alveg ágæt. Hún getur verið fyrst og fremst að hugsa notkunartilvik þar sem að maður getur verið kannski, segjum bara að maður að vera seinna á fund og með síman og vill frekar nota svona voice, tala við kerfi til þess að fá upplýsingar, einhverja tölfræði, einhverja skjábor sem maður vantar. Og það gaman við Metti að því að vera að tala, ég veit ekki, einhver sem voru á botatalinu frá Oracle áðan? Það var ekki mjög margir. Já, það sem sagt þá að vera að tala þetta intent að því að Metti svara manni stundum svona snarki svolítið og stundum mjög kurteis, maður veit aldrei alveg, þannig að það oft svolítið gaman að spjalla við hana.
Og hér dæmi svona sales prediction, þarna að baki, þetta lítur kannski ekkert merkilegt út, en þarna að baki svona tauganett sem að taka inn yfir 100 parametra. Og það sem mér finnst merkilegt sem hagfræðingur að sjá að sko, það skiptir, við þurfum ekki fyrirfram að segja þessu tauganetti hvernig ferillin lítur út. Við segjum þeim ekki, eða segjum ekki þetta að vera veldisvöxtur eða línulegt fall, heldur tölvan í raun og veru býr þetta til út frá þeim gögnum, og þá erum við að tala bæði söguleg sögugögn, en líka svona ytri breytur eins og veður. Og þá ætla ég aðeins bara mjög stutt að fara yfir þetta. Þetta eru svona nokkra tölur úr þessu verkefni sem ég talaði þar sem við vorum í raun og veru búin að vera að gera rannsóknir á öllu þessu meira spennandi og hugsaðu svolítið út í bara hvar eru samt fyrirtæki í dag? Ég var með svona workshops þar sem fyrirtæki voru að koma og mér fannst einhvern veginn aldrei vera almennilega sama sem að þau voru að segja mér og það sem ég að heyra svona Gartner og Fujitsu og eitthvað. Þetta var svolítið svona gap á milli. Þannig ég sá að það voru þarna nokkrir svona, við spurum svona hvað eru helstu hindranirnar. Og þær eru í raun og veru í mörgum tilvikum það sem var kannski svona mest vandamál, að það var að það vantar eiginlega business case-ið. Að fólk á svolítið erfitt ennþá. Við stöndum hérna og það allt að gerast, en við erum mörg ekki bara alveg komið með í puttana að hvernig við ætlum að nota þetta til þess að gera eitthvað gott með. Og síðan spurðum við aðeins hvers konar greiningar fyrirtækjum var að gera, og þá sjáum við að það bara 19% sem farið að nota sem heitir Prescriptive Analytics. Og Prescriptive Analytics í sjálfu sér það sem við erum að nota hluti eins og gervigreind til að hjálpa okkur að taka ákvarðanir. Ganga út fyrir það að nota bara data mining, svona súlurit og kökurit og slíkt. Og síðan eru hér nokkur gröf úr þessu sama spurningakönnun, þar sem við vorum eiginlega að velta fyrir okkur hvernig gögn þá fyrirtæki að nota. Hvað eru þau að safna? Og þarna sjáum að það er alveg helmingurinn aðspurðum, að það voru enda 50% af þeim 238 sem svöruðu könnuninni, að þau voru úr framleiðsluiðnaði. Þannig að mér fannst þetta ótrúlega mikið, að 50% af fyrirtækjunum að safna rauntímagögnum úr svona vélum og tækjum. Og tæplega þriðjungur einhvers konar svona hljóðmynd eða vídeó. Ótrúlega fáir að safna svona GPS og location gögnum, bjóst við að það væri meira. Og síðan langflestir að taka kerfi úr svona ERP-gögn og tölur. Og þá að lokum, að því að þau náttúrulega fara yfir þessar samfélagslegu áhrif og breytingar, að þá langaði okkur að vita, þetta reyndar ekki okkar könnun heldur frá Deloitte, hvað eru fyrirtæki svona að hugsa að gera, hvað langar þau að gera? Og þá sjáum við að það eru margir sem vilja bæta aðeins við sína vöru og þjónustu og koma með svona nýja features og eða taka betri ákvarðanir, sem góða fréttir fyrir okkur á Activity Stream, búa til nýjar vörur og þjónustu og náttúrulega taka ferlan í gegn. Þetta allt svona kannski eitthvað sem maður myndi búast við. En þetta fannst mér áhugavert. Það eru margir sem að vilja búa til tíma fyrir fólkið sitt til þess að sinna meira svona skapandi störfum. Og það oft sagt að við eyðum 80% af tímanum okkar í að skapa 20% af þeim verðmætum sem við sköpum fyrir fyrirtæki okkar. Og 20% af tímanum í þessi creative task sem að skila mestu verðmæti. Þannig ef við getum notað gervigreindina til þess að losa þessi 80%, þá held ég að við séum á mjög góðum stað. Og athyglisvert að það bara 7% sem að segja að þau leggi mikla áherslu á að segja fólki. En hins vegar að það nú þannig að þessi áhrif af gervigreindinni, að það mun hafa áhrif á störf. Og þarna ég með linkin hérna til að fá glærurnar, að þetta bara svona tilvitnanir í fólk hér og þar. Og þetta eitthvað sem heitir creative disruption sem að fólk að tala og hefur náttúrulega gerst áður, að það munu koma ný störf, en það líka mun einhverjir missa störfin sín. Og þá kannski verið að tella bara svona mjög gott eða hefðbundi dæmi svona eins og trukkabílstjórar. Og þá það spurning hvað við gerum í því. Við erum líka að sjá möguleika að taka betri ákvarðanir. Og þá aftur ég búin að tala í opinbera geiranum og það eru mörg tækifæri þar. En eins og kom fram áðan á fyrra kínótinu áðan í hádeginu að það eru töluverð áhyggjur af því og það eru svo sem alveg réttlætanlegar að mikið af þessu tauganetslíkonum eru rosalega flókin. Og sá sem að tala áðan var að tala að það væri hægt að gera svona code of ethics og ég algjörlega sammála því. En
það bara svolítið þannig að þegar þessi tauganet að vinna, þá eru þeir með það flókna aðferðafræði við að ná niðurstöðunni að það ekki sérstaklega auðvelt fyrir okkur að skilja. Þó að við viljum útskýra það, þá bara það kannski ekki svona, eins og maður segja, okkar cognitive capabilities eru bara ekki alveg þar. Þannig að við þurfum að huga því og þá kannski spurning, ef að þú heldur að þú munir þurfa að standa í dómstólum og réttlæta af hverju þú gerðir eitthvað og þú getur ekki bara sagt computer set no eða eitthvað svoleiðis, þú þarft að segja af hverju nákvæmlega, þá kannski svona deep learning tauganet ekki rétta líkani fyrir ykkur. Og síðan það auðvitað það að það eru náttúrulega fólk sem býr á öðrum stöðum í heiminum eins og í Afríku sem vill bara komast á sama stað við og bara fá betri lífsgæði og vill gjarna nota þessa tækni til þess. Og þessi fjórða innbylting og gervigreind og allt þetta var rætt mjög mikið í Davos og World Economic Forum Summit. Og þau tala að þarna erum við mögulega með lausn á fullt af vandamálum. Það eru risa vandamáluverkefni sem stöndum frammi fyrir. Þannig að það verkefni. Við þurfum bara að finna rétta fólki í réttu verkefni. Þannig að ég sé ekki svo sem að við munum öll missa vinnun endilega. Og við getum mögulega tvöfaldað hagvöxt líka á einhverjum tíma. En þá kannski kem ég svolítið að, flott að datt einn fjórðungurinn úr. Ja. Það kannski skiptir einhver máli en það stóð environment hérna. Þetta alltaf skakt. Nú fæ ég fyrir ferðina því ég nefndi ekki að koma í gær og tékka glærunum. Ég hef svolítið lagt áherslu á það í því sem ég verið að skrifa, að horfa alltaf á hverja ákvörðun sem tekin. Jú, við þurfum að horfa á fjárhagsstærðir og við þurfum að gera það. Fyrirtækin, þau keyra sig ekki áfram á þess. En að skoða líka mannlega þáttinn, quality of life eða þessi bara mannlegu faktor og svo þennan samfélagslega vinkil. Og ég bara hvet ykkur til þess að við kíkja á glærurnar, að kíkja yfir þetta og kannski punkturinn með þessu öllu saman að við sem erum í tækni og erum að skapa þessar nýju lausnir og þjónustu og vörur, að við eigum að taka þessar ákvarðanir sjálf. Það raun og veru ekki sniðugt að við sitjum bara og bíðum eftir að einhver komi og setja okkur einhver lög og reglugerðir og ýta okkur út í eitthvað. Heldur þetta situr í okkar höndum, þetta okkar ábyrgð að passa upp á hluti eins og til dæmis bara hafa human values. Við erum að tala gildi eftir fjárhagskrísuna eins og réttlæti og sanngirni og annað. Það höfum þessi gildi í huga þegar við erum að þróa, þegar við erum að búa til vörur. Pössum upp á persónugreinileg gögn. Þetta orðið bara ég færi þetta undir economica því það eru bara risasektir sem að fólk færi að það gera það ekki. Pössum að vera ekki með skökk eða vitlaus gögn í greiningum. Því ef þú ert með biased gögn þá færi biased útkomi og það aldrei gott. Hugsum út í það. Hvernig við getum í okkar fyrirtækjum búið til ný störf sem að henta. Segjum bara að þessi einhver IoT sensors. Þetta allt eftir að bila, ég lofa ykkur því. Það einhver sem sagði við mig, það bara einhver martröð að ískapurinn fer nú líka að vera þannig að maður þurfi að kalla alltaf tölvumann í hvað skiptir sem að einhver sensorinn fer. Þannig að það verða störf. En við þurfum náttúrulega að finna leiðina, við þurfum sjálf að hugsa út í hvernig fáum við þessu hópa sem að mögulega missa vinnunni sína frá stað A og til staðar B. Og síðan að lokum að hugsa alltaf umhverfið, við erum bara komin á þann stað á þessari jörð að við getum bara ekki leyft okkur annað og fyrir einhverju síðan að tala endurvinnslu eða eitthvað slíkt. Að það var ég meina, skiptir einhverju máli og þetta fyrir allt í sama hauginn og við höfum sjálfur sér ekkert þetta að segja og dropi í hafið og allt þetta. Að þessi viðhorf eru svolítið að hverfa. Þannig að við þurfum að hugsa úti, við gerum þetta í Activity Stream, ég glöð að segja það, að við erum að hugsa þessa þætti, við erum að koma með lausnir til þess að hjálpa fyrirtækjum að vera meira, eða að stýra orku sinni betur og vera meira energy efficient. Og við erum líka að hugsa bara almennt sustainability í öllum ákvörðunum. Og hvernig við getum hámarka nýtingu og framleiðslu þátt, þannig að við þurfum ekki alltaf að vera að henda. Þannig að ég veit að ég var komin svolítið hratt í lokin og vinur minn Andrew aftur, Andrew Ng, að við á Íslandi við þurfum að hafa þetta í huga þegar við erum að búa til reglur og policies og það eru stjórnvöld sem ákveða en það almenningur sem kemur með þrýstingin, að við verðum að hafa skynsamlega reglur, við verðum að passa upp á allir þessi gildi sem ég myndist á, en við þurfum líka að gera nýsköpunarfyrirtækjum kleift að vinna í þessum bransa, að nota gögnin og ef við gerum það vel að þá bara framtíðin björt. Og ég þakka bara gott hljóð.